Höskuldur, spá fótbolti.net einhver spá titlinum, hvernig bara líst þér á tímabili? Þetta þessi vorfníkur komin úr loftið og það alltaf ákveðið svona, þetta að vera skemmtilega hefð hérna í Deloitte stúkunni að koma allir saman og horfa á skemmtilega vídeo og spá og núna bara svona gamli góði fiðringurinn sko, þannig að það bara tilökun. Þeir eru bara örfáir dagar í þetta, hvernig finnst þér veturinn að hafa liðið? Liðið hratt? Já, mér finnst þannig að hafa liðið nefnilega heldur hratt og við fórum í nokkuð langa æfingaferð þannig að þetta, hefur svona liðið, náttúrulega líka síðasta prísísson þegar maður kom í kjölfar Evrópuverkefnisins, þá hafa síðustu 2 tímabil verið svona engar fljóta líða og mér líkar það mjög vel. Hvernig svona leggst þessi toppbaráttur svona fyrirfram í þig? Verður þetta 2 lið eða verður þetta fleiri? Ég veit, það eins og ég var að segja náðan, þú veist, já, ég skil alveg á blaði og narratífið sé kannski svolítið bara Breiðablik og Víkingur sem hafa undanfarin 4 tímabil verið svolítið með einokun, en svo þú veist, hvert tímabil hefur sitt eigið líf og það eru ótrúlega spennandi lið, spennandi hópar, sem eru bara að vilja keppast þetta, þannig að ég held að þú mátt ekki sína neina værukæru og ekki svo á verðinu, það fljótt að stöðuskipti geta gerst heldur fljótt. Þannig að ég býst bara við spennandi móti fyrirfram. Er þetta augljóst, það bara eitt markmið, það titilinn? Já, þú veist, auðvitað viljum við klálega stefna hann, við erum með hóp til þess og við erum með hungur til þess og síðan það bara að við stillum, þú veist, fókusinn inn á hvernig við raungerum það og það bara, þú veist, þá verður við bara að rýna í hluti eins og bara hvernig getum við orðið betri, farið í smáatriði í okkar leik og lært af síðast tímabili, þú veist, gert það sem við gerum vel, gert það enn betur, en svo, þú veist, við gerum fullt af mistökum í fyrra og fullt af atriðum sem við getum bætt og höfum reynt að bæta þessu prísísoni, þannig að það bara fókusin okkar. Ef að, þú veist, andstæðingarnir í Evrópu eru svona raunhæfir andstæðingar varðandi styrkleika, hvað mikilvægara, Íslandsmeistaratitill eða deildakeppni í sambandsdeildinni? Þetta sko, þú veist, mig langar svona fyrirfram bara allavega að geta svona læra af svolítið okkar reynslu frá 2023 sem að bara Víkingum gerði helviti vel í ár, að geta verið samkeppnishæfir frá bara allt til enda á öllum vígstöðum. Þannig að fókusin svolítið þar og þú veist, gefa því almennilega séns og sjá til þess að við séum í færi alls þar. Þannig að ég ætla ekki að gera upp á milli þessara barna. Hvernig var að sjá bara myndbandið náðan þegar þið klárið þetta í úrslitaleik? Það bara skemmtilegt og auðvitað smá gæsahúð og svona, maður svolítið búinn að leggja þetta til hliðar í hugarheimi, nú bara hort áfram veginn og allt það, en alltaf gaman að upp góðar og sætar minningar. Miðjumaður Höskuldur, er það þín staða? Já, það ekki bara. Það held ég nú. Vanandi bara svona veturinn hjá þér, það kemur fréttum að kom tilboð frá Noregi, var það spennandi? Já, þetta var það spennandi, og kannski bara mikill heiður að kemur óvænt upp að bara topp 5, alltaf topp 10 klúbar á Skandinavíu í dag síni verðandi 31 og skömmlum krullhaus á Íslandi áhuga. Það bara mikil viðurkenning fyrir mig og bara mitt getur stig og framlag undanfarin tímabil og síðast tímabil. Þannig að ég tek það bara með mér áfram inn í þetta tímabil sem bara eldmóð og svona gott recognition og bara pepp sko. Veit okkur svona smá einsýn hvernig þetta fyrir þig varandi þegar það kemur tilboð og svo kemur bara nei frá Breiðablik? Já, ég get svo sem bara sagt það og svo fara ég einhverja díteila en þetta, þú veist, það var bara mjög gott samtal milli mín og klúbbsins og þú veist, og gert í samráði, þú veist, ég nú orðinn fullorðinn maður og með stórt og mikið líf utan fótboltans og innan fótboltans og hjá Breiðablik og þannig að það var bara, þú veist, málum voru rædda yfirveginn og ekkert kurr eða ekkert gröt segja neitt slíkt og bara vorum allir á sömu blaðsíðu með þetta case sem kom upp og nú bara áfram veginn og allir heil peppaðir fyrir 25 tímabili hjá Breiðablik sko. Þú veist, búin að vera Íslandsmeistari tvisvar, var þetta ekkert, það núna aldrei að fara í þetta rísa ævintýri? Jú, alveg þú veist, auðvitað síðan alveg langt á milli þess að svona áhugi og þar til þú veist, komin í einhverja samningsviðræður og slíkt, þannig að þetta var ekki, ég ætla nú ekki að segja þetta fór aldrei svo langt. En jú, auðvitað var þetta alveg eitthvað sem að ég vildi rýna og skoða vel og gera upp á milli og en eins og ég segi, ég bara mjög sáttur með þann stað sem ég á í dag í fótboltanum hjá Breiðablik og lífinu utan Breiðabliks og bara helpeppaður fyrir komandi tímum. Takk fyrir þetta, Höskuldur. Takk.